Já, komið þið sæl og blessuð á þessum góðviðrisdegi. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir og við höfum fengið góða gesti. Já, það nú eiginlega jaðra við lög að biðja fólk að koma í sólinni. En það erfitt að halda þeim hérna inni. Hérna á síðdegi og föstudegi, Mér finnst leiðilegt, það get ekki boðið ykkur upp á drykki. Já. En hérna í Kommunista útvarpinu bjóðu upp á vatn og jarðarber og ég vona að bara eftir skemmtileg spjall þá komist allir á barinn til að hitta. En takk fyrir að koma. Já, bara fyrir. Ólöf Skaftadóttir og Kristín. Gunnarsdóttir. Þið eru hlaðvarpsstjórnendur. Já, það eru hlaðvarpsdrottningar, Þær byrjuðu fyrir nokkrum vikum síðan, það er búið að vera 8 þættir eða eitthvað. Já. Og mér finnst það að fyndnast. Já, þær eru fyndnar. Og þetta er búið að vera svona, Atli Fandal er líka hérna hjá okkur og hann er gamall vinur minn og samstarfsmaður og svo er hann núna starfsmaður Pírata. Já. Það má við erum öll fjölmiðlafólk, getum við það sagt. Já. Og 4 okkar mætti kalla blaðamenn. En Kristín vill ekki að hún sé. Ég bara kenni mig ekki. Ég hef alltaf óskað þess að vera ekki titlað blaðamaður eftir ég hætti. Já, eftir þú hætti. Og ég hef náttúrulega enga menntun til þess að geta að kalla mig blaðamann. Ekki ég heldur, en hiklaust kalla ég mig blaðamann. Já, ég gerir það. Ég er fótaaðgerðarfræðingur. Nei, en ekkert á því. Flott iðnmenntun. Hvað segirðu? Flott iðnmenntun. Flott iðnmenntun, já. En jú, við störfum öll við einhvers konar fjölmiðla. Þú varst nú ritstjóri líka, Steinunn. Já, akkurat. Já, ég einmitt og kallaði mig ritstjóra. Já, ég var það líka, eitt sinn. Já, nákvæmlega. Björn, þú hefur verið ritstjóri. Ég hef verið ritstjóri. Við erum sannarlega fulltrúar hinna talandi stétta. Já. Og eina fólki sem heldur að það sé gáfulegra að við séum hér inn í þessu búri núna þegar veðrið svona gott úti að reyna að segja eitthvað um veröldina. Þegar við ættum í rauninni bara að vera út í garði að klippa runnan eða vera fyrir norðan að testa Bernes á veitingastöðum svo ég veitni nú í ykkar hlaðvarp hérna. Já, það er nóg af Bernes þar. Já, við farið dálítið hressilega gegnum það og bara svona gegnum hana landsluta. Já. En í sambandi við podcast þeirra sem ég veit að þú ættir að hlusta að það sem að mér finnst svo gott við það sem þið eruð að gera er það að þetta er komið svona einhver vendill af því að það vantar svolítið í samfélagið okkar það að við getum blásið, gert grín að því sem er alveg að gera okkur brjálið. Einhver tíman var Spaugstofan einhvers konar svona vendill þar sem var gert grín af konginum eða þinginu og við vorum að tala við Smári í gær og svo breyttist grínið svolítið, við fórum að gera grín meira hvort á öðru en þeir eru svona svolítið að tala svona frjálslega og bara þú veist að bara svona keyra ákveðna hluti í kútin, bara segja bara þú veist í alvöru, allir við að ræða þetta eitthvað meira. Já, komið gott. Er ekki bara komið gott, Já, ég meina þetta byrjaði í rauninni bara fyrir nokkrum vikum, við Kristín erum gamla vinkonur og höfum haft þessu hugmynd lengi að vera saman með hlaðvarp til þess eins að láta gamminn geisa. Og okkur finnst það gaman. Já. Og þetta er í rauninni bara fyrir okkur og okkar vinni en svo hefur þetta svona aðeins sprungið út. Já, það verðist vera að ódíensan er stærri. Já. Og þú veist það er mjög mikilvægt finnst okkur að að þú veist það er engin hugmynd of stór eða of smá í rauninni Þú veist það má taka fyrir Bernes og Norrlandi og bara þú veist tolla einhvern veginn stefnu kaupfélagsskafferinga. Þú veist, þetta má maður bara í sama þættinum. Þú veist, það er alveg þannig. Algjörlega. Læsisvandamál og lúsmi. Allt jafn mikilvægt. Allt jafn mikilvægt, Já, það var allt erindi. En Björn, mjög skemmtilegt þú ert svo hrifin af einu. Já, mér langar líka að segja það að mér finnst íslenskan ykkar mjög góð. Já. Ég er náttúrulega elstur í þessum hópi, elst upp í norrlenskri sveit, Mývatnssveit. Hann er suðurþingi ég held ég hafi verið komin á 30 þegar ég kom fyrst í Reykjavík og sjáðu til. Og en sem sagt íslensk tunga er einhver töm. Maður finnur það. Já, það er gaman að þú segja þetta og ég bið bara foreldra mín að leggja við hlustir. Já. Þess að þau gagnrýna mig mjög gjarnan. Já. Þið sleppið náttúrulega mjög mikið, en það er líka kunst. Til að tala góða íslensku þarf maður líka að vita hvernig er rétt að sletta. En beiting tungumálsins fannst mér framúrskarandi. Ég ætla að biðja þig að fá að klippa þetta, þennan litla bút, senda, skaftijóns@gmail.com. Já, en þetta skiptir auðvitað máli og mér finnst kannski bara að þið ætti að fá einhvern svona styrk
frá menntamálaráðuneytinu sko, svona til verndar íslenskunni. Sko við erum ósamlega þessu, við erum aðeins verið að velta þessu fyrir okkur með sponsora og svona. Við viljum geta talað aldrei frjálslega. Ég vil til dæmis geta kannski drullað yfir eitthvað styrktakerfi, menntamálaráðuneytinu. En ég vil ekki vera hluti eða styrk þegi. Og þá skiptir rosalega máli að þú drullir yfir eitthvað á góðri íslensku, frekar en vondri íslensku. Það æskilegt að gera það. Já, og bara, þú veist, við erum okkur alls konar svona ídól, þú veist, svona gegnum tíðina og þú veist, þar má nefna Þorvald Kristinsson til dæmis, finnur ekki betri íslensku mann, þú veist, og svo voru við að kúldrast í gamla daga að lesa Guðberg og svona eitthvað, það er örugglega bara ástæðan. Skila sér. Já, það skila sér og þetta er náttúrulega bara eitthvað svona hluti af einhverju orðfæri, ég meina Tyrfingur Tyrfingsson, góðu vinur þáttarins og vinur okkar, þú veist, þetta er svona, þetta er eitthvað viðkvæði. Já, við höfum lagt okkur fram þetta. Má skjóta inn að því hún nefndi Þorvald Kristinsson að hann var að gefa út þýðingu, Herbergi Giovanni. Já, mjög spennandi. Ég legg til að allir lesi hana einmitt vegna þess að það eru fáir sem slá honum út í texta. Já, hann var nú hérna í viðtali í gær. Einmitt. Vegna útgáfu bókarinnar. Vegna, býttu hvað heitir hann, Baldvin? Einmitt, hann var í löngu viðtali á Smára í gær. Ok, þá veit ég hvað ég ger í sólun á morgun. Já, einmitt, skella því. Maður er alveg afhjúpar að maður er ekki búin að fylgjast með neinu hérna, ekki búin að hlusta á hlaðvarp, ekki fara á rauðaborðið. Þú ert búin að vera svo busy á hinsegindum, bara fastur í einhverju darkroom í gær. Hvað er að gera? Þú ert nú fulltrúinn hinsegin heimsins, hvað er að gerast á hinsegindum? Já, við erum bara búin að skella í darkroom og vorum bara svolítið upptekið við það í gærkvöldi. Þannig að, það er alltaf... Hvar í borginu er það? Ég verð að veita það. En það er hérna, hinsegin dagar eru núna. Mega þingeyingar koma þangað? Ég held að megi allir koma. Það er búið að vera ótrúlega mikið að vera og mér sýnist til dæmis að ég var á panel bara í gær þar sem að fólk frá Palestínu var að tala hvernig hinsegin hreyfingin hefur tekið þeirra málstað og af því að það er alltaf verið að segja við Íslendinga og fólk hérna heima að hvað eru þið að tuða og það er öllum sama og hvað heldur þið að eitthvað skoðun á þessu skipti máli og þau voru að fara yfir að hvernig leiðtogar á svæðinu og í Miðausturlöndum væri farnir að vera svona þeir væri svona kannski farnir að passa sig svolítið hvernig þeir tala hinsegin fólk vegna þess að þú veist að það sæist svo skýrt á svæðinu hvaða hópur stendur með fólki frá Palestínu og þú veist og er ekki tilbúið að beggina þetta þjóðarmorð þannig að það var svona pólitíska hliðin og upplifkandi og svo bara ball í gær þar sem að við dönsuðum nokkur hundruð bera ofan og höfum það gaman og maðurinn minn er talsveit meira þunnur en ég slapp ágætlega frá þessu. Það er ekki að sjá. Nei, alls ekki. En fréttir vikurnar, var eitthvað sem stóð upp úr að ykkar mati fyrir utan þennan sólardag sem kom núna í dag? Ég barðist við slíkan veðurofsa á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum helgina. Já, þú varst þar. Já, og þú skeggjaði karlmenn. Heppin að verði ekki úti. Mjög heppin að það munaði minnstu, ég get farið yfir það en skeggjaði karlmenn voru með ísingu í skegginu. Jú. Og það getur verið sjálfmerandi. Já, og við vorum eina flugvélin sem lenti á Vestmannaeyjaflugvelli á laugardeginum og það voru þaulvanir sjúkraflutningamenn og þeim leist eiginlega ekki að blikuna en við fórum samt og spurður þau aldrei hvað er ég að gera hérna? Jú, margoft og þetta er 20 mínútur yfir og það var bara ekki góðar 20 mínútur Varstu á VIP tjaldstæði eða varstu í húsi? Ég var í húsi. Já. Eina af þeim heppnu. 480.000 meðalstórt hús selt út fyrir dínupláss heyrði ég. Já. Bara þessi einu helgi. 500.000. Já. Varst þú líka í Eyjum? Nei, ég bara, þú veist, ég hef farið einu sinni í svona 30 klukkutíma og ég ætla að láta það nægja. Ég held að, ég hafði ekki smekk fyrir þessum ungmenni og þú veist, við fórum hérna fyrir nokkrum árum síðan og Við fórum þá saman. Já, þetta er ekki alveg fyrir mig, ég verð að segja. Þetta er rosa spes, þú veist að það er fellibylur einhverstaðar hérna á Íslandi. Þú veist að það er fellibylur. Það er búið að spá fellibyl. Nú? Já. Nei, þú ert að segja mér Þjóðhátíð í Eyjum, þannig var það, fyrir Þjóðhátíð, það var spáð fellibyl. Ok, og það var þakkað í hel? Nei, það var bara spáð fellibyl. Jú, það sem við vissum var að það var spáð fellibyl og brjálaðri úrkomu. Og svo hitti maður foreldra
á mínu reki í heita pottinum í örvæntingu að reyna að leita ráða hvernig þau ætti að reyna að stöðva börnin þeirra í að komast í þennan fellibil, í þessa rigningu, jafnvel voru þau húsnæðislaus, passin kostaði, var það 80 skall? 40? Ekki í lagi. Nei, það er svolítið mikið. Unglingarnir mínir sögðu þetta væri svona 150 skall á haus. Þau voru ekki að fara en vinir þeirra voru að fara 16-17 ára og það var svona gert ráð fyrir 150 skalli fyrir helgina miðinn, ferjan, brennivínið, uppihald. Já, þetta er ekki Nei, alltaf, ég ætla bara að segja þetta var ekki, þú veist, mín stoltasta stund sem neytandi, skilur, en þetta var svona voðalega gaman. En finnst ykkur þetta ekki áhugavert? Bara hvað við leggjum óbúslega mikið á? Sko, móðurfjölskylda mín er frá Vestmannaheim, þannig að ég ætla að vera þjóðhátíð og bara líður ekki mjög vel með það hvernig þið talið mína eyju. Nákvæmlega. En ég reyndar hef ekki búið þarna að því að þetta er veðravík. Já, þetta er veðravík. Og mér fannst góð lýsingi sem þú sagðir, ég fór að neitt 30 klukkutíma og þetta er bara ekki fyrir mig því að það er minna að tala það, en það á við okkur flest. Og það getur alveg verið sniðugt fyrir foreldra að senda börnin sín bara einu sinni. Það er alveg góðar líkur á því að þau vilja ekkert fara aftur. Þú veist, ég á eiginmann sem við faraði örugglega 12 sinnum og ber þá tölu bara þú meinar þetta bara svona hluti af þroskaferli, fara þarna einu sinni. Manndómsvíksla. Þetta er eitthvað, systir mín, hún er reyndar nú meiri Dani en Íslendingur, hún fór núna helgina og hringdi í mig og sagði bara það er eitthvað að Íslendingum, þú veist, bara hvað er fólk að standa í þessu? Þá er hún bara búin að vera í þessu víti þarna í tjaldi og ég held að hún fari aldrei aftur. Ég get alveg sagt ykkur það að ég ætla aftur, en ég var sannast við úti og við vorum í hús. Ertu með hollráð fyrir næsta ár eða verður aftur svona brjálu veður? Nei, bara gera allt eins. Bara gera allt eins, já. Og ekki því samtöku klæðabur, svona einhver svona pointer. Nei, ég var ekkert eðlilega vel klædd, en ég var að frjósa. En við vorum að gista í húsi sem var rétt hjá bara brekkunni. Varst að labba yfir svona lítinn hluta á gólfvellinum og ég datt hún í eitthvað grín eða grifju eða hvað þetta heitir hana í svona regnslá sem er svona svo einsmannstjald og ég íhugaði alveg stund bara, er ég að fara að standa upp eða leggja mig bara hér og það var ekki sökum ölvunar, það var sökum veður ofsa. Já, því að það hefur verið smá skjól í dældinni, ég skil. Varstu komin ofan í bara sandbögg? Það var bara svona böggar, já, ok. Mér leið bara vel þar. Þú varst að impra einu við mig sem ég var svo forvitnilegt, stálu Vestmannaeyingar þjóðhátíð? Já, sumir segja það. Þessi hátíð náttúrulega 1874, þá eru 1000 ár liðin frá því að Ísland byggist samkvæmt svona hefðbundnum söguskýringum og þetta átti að vera þessi þjóðveldis, lýðveldis hátíð og allt það. Hún átti að ferðast landið og vera svona bara misvirk og svo áttu að bara Raufarhöfn þetta árið og Egilsstöðum næsta ári eitthvað svona. Nema það að Vestmannaeyingar eru bara góði businessmenn og þeir áttuðu sig á því að þarna væri bara best að hafa hátíðina aldur og ævi. Og einhver sagði að þú þekkir það kannski, fólkið þitt er svo vel tengt. Einhver sagði að þetta væri bara milljarður sem þeir væri að taka í kassan núna. Já, það geta alveg verið það sko. Þetta er náttúrulega IBVF sem að tekur mikið af þessu og fjármagnar, það starfar alveg. Þannig að við tökum alltaf ekki undir það að þeir hafi stólið. Nei, en þeir hafi verið spurður út í það sko, hvað innkoman fari í og það kemur alltaf, við gefum ekkert uppi. Og það er bara, þannig er það. En þetta er líka sko, það er nú ekki þannig að öll innkoman, ég veit að það eru sjálfboðaliðar og svona, þetta er líka kostnað. Auðvitað er það mikill kostnaðar, allir þessi listamenn og framkvæmdin og allt þetta kostnaðar. Þinn maður Auddi Blöð sló nú í gegn. Var það? Hvað var Auddi að gera? Hann var með okkur í brekkunni á sunnudeginum og það var náttúrulega eins og að vera með bara, þú veist, ég veit ekki, Ríönnu eða eitthvað. Hann er dýrkaður og dáður á sér eyju. Nei, en hann var með eitthvað lag, ég hlustaði ekki á þetta. En einhver sagði sko að það voru síðustu leyfarnar á þessu frumstæða stjórnlausa Íslandi, þessi hátíð. Við værum búin að pakka öllu hinnu inn í, akkurat sko. Og og viljum við ekki bara leyfa svona einhverjum öngum hins frumstæða að lifa? Og lifa sinn dag í eigum. Einmitt svona sleppa fram að sér beislinu. Er það ekki? Var ónefndur maður sem sagði við mig, ég held að
ástæði fyrir kvíða og þunglyndi unglinga sé það að þau detti ekki almennilega í það. Fá ekki þessa útrás sem við fengum svo mikið. Fá ekki þessa útrás, þú veist, þess að grenja út tilfinningar sínar og svona, og þau eru orðin svona meiri bindindismenn. Mér finnst þetta svolítið athyglisvert, sko. Já. Ég meina við erum bara hugaflýi, þú veist það gæti einhver haft aðtöðsend við þess að þú segir ég er ekki einn af þeim. Nei, en ég ekki að halda því fram að þau eigi að gera það, en þetta var bara svona hugmynd, er það þess vegna, því þú veist, ég var fann að drekka brennivín náttúrulega allt og snemma, en þá svona einmitt. Fékkst það ras út? Fekk maður að ras út og gera alls konar vittleysur og segja alls konar sem maður var að hugsa og eitthvað svona. Ég veit ekki. En nú hafur ekkert komið sko í vikunni neitt frá lögreglunni, engar sérstakar óspektir, engin kæra, ætli það sé veðurofsin eða bara þessi prúðmennska. Já, það er bara vindurinn í fangið. Eða prúðmennska unga fólksins eða veðurofsi. Þetta er reyndar áhugavert með það er alveg bara raunverulega rannsóknir sem sýna bara að við erum alltaf bara að verða meira næs og rólegri og bara, þá er ekki að meina við. Nei, ekki við sem hér sitjum. Ekki við sem hér sitjum. Sko bara fólk almennt, sko. Það eru bara 200 ár síðan að aftökur voru skemmtanir, sko, en núna eru við svona... Við erum ekki þar. Það er alveg ljóst. Þetta að vera, þú veist, mistjendira fólk. Ég meina, þú veist, ég veit að fólk að, ég er að segja, sko, þetta er hluti bara af framþróun okkar. Við ættum kannski stundum að kvarta minna yfir því. En þá spyr ég, verður líf... Þessin eru börnin okkar örugglega svona stillt. En þá spyr ég á móti, þýðir þetta að lífið á móti verður leiðinlegra? Að sko það sem var brútal, allur þessi lífsáski, allar þessar stóru miklu tilfinningar, ofsalega mikil gleði, ofsalega mörg ævintýri sem fólust í hinnu óvænta og félagstöfrunum. Maður gat hérna hóað í fólk með 10 mínútna fyrirvara og það var komið 20 manna brjála partí og maður vissi ekkert hvað var að fara að gerast. Þetta gerum við ekki í dag. Þannig að þú veist, til hvers erum við að lifa? Ég vil fá að þakka fyrir þetta. Þetta var æði. Takk fyrir þessu spurningu. Ég náttúrulega er ekki gagnrýnir, þannig ég kannast ekki við þennan litlausa veruleika sem þið eru að lýsa. Þú bara mistur hjá þér. Fulltrúi hinseginleikan. Partí með 10 mínútna fyrirvara, ekkert mál. Ok, það er geggjað, það er frábært. En þú veist, ég er samt alveg sammála, menn það var alltaf, þú veist, maður vildi ekki sleppa að fara út að það geti eitthvað gerst. Það geti eitthvað að maður geti mist af eitthvað, sko. En þú veist, í dag þá missir fólk ekki af neinu. Það sé náttúrulega bara recap á símanum sínum. Já, og samskiptina var náttúrulega líka bara breyst svo mikið með þessum iPhone-um og því. Þú veist, þú myndir aldrei banka upp á hjá einhverjum í dag. Getur eðlilegu dónaskapur, lættu vita með 10 mínútna fyrirvara. Að minnsta kosti. Já, akkurat. Mér finnst þetta svolítið leiðilegt. Hérna maður segir að það var gaman að hittast og eitthvað. Kíktu einhvern tímann í heimsókn. Já, þá voru að bjóða mér. Nei, komdu bara, þú veist. Ég er ekki þar, ekki koma án fyrirvara. Já, ok, finnst þér það óþægilegt? Já, ég myndi bara svo hissa. Já, ég skil. Það er tíma til að jafna mig. Nei. Ég var með eitt svona vin sem kemur stundum bara svona án fyrirvara. Það er mjög næs, en það er mjög skrítið. Það er mjög sérstætt. Af því hann veit líka, hann gæti líka alveg spurt hvort þú verið laus í viku 34, sko. Oh my god, ertu með svona kalendur og bókar? Já, sænska leiðin, hún virkar. Eru þið með svona? Vika 34? Þegar ég heyrði þetta fyrst að fólk væri að plana svona. Ég þekki fólk og ég hef unnið með fólki sem gerir þetta, en ég get ekki hugsað mér að taka upp. En ég fagnaði samt að þú sér þetta. Þú veist, ég höndla þetta upp að viku 10 og svo er ég bara farin. Ég get séð fyrir mig sirka svona. Þetta er bara svona först í viku 10. Já, ég bara, það er svona Groundhog Day. Ferðu þá að telja, er þetta, hvaða vika er þetta? Erum við ekki ennþá í viku 10? Já, það er þannig. Ég er eins og með mjög góða reglur varðandi svona tíma hérna og svoleiðis og það er að ég bóka aldrei fundi nema korter yfir heila tíman. Já. Það er mjög sniðugt í íslensku samhengi, já. Styttir fundi út af fólk vil svo hætt á heila tímanum og hérna gefur mér tækifæri til að ranka við mér þegar ég á að vera mætt eða skilur og þá get ég lagt á stað klukkan 9 og ég veit að viðkomandi kemur ekki fyrir hann korter yfir. Einmitt og nota svona korteri til að safna sér saman, hvað ég fara að gera, hvað ég fara að tala og svo bara vera effektífari, markvissari. Þetta er samt, svo ég reyna að tala góð íslensku. Nú er alltaf að tala um að þjóðverða segja svo stundi sér og eitthvað. Ég lærði þar lengi vel og þú veist, það byrjar aldrei neitt fyrir korter yfir, sko. Það er akademist korter, alltaf. En er akademiska korter ekki, það er líka hérna á Íslandi og það er líka Já, þarna er það bara, þú veist, skilur, tíminn stendur að við að byrja 10, en það gerist ekkert fyrir korter yfir. Og það vissi það allir nema ég, sko. Þú veist, ég mætti alltaf. Líka þjóðverðin er alltaf að segja þetta sem mikil hörku. Ég er að meina mýkt. En normenn hins vegar eru ekki með akademisk korter. Þeir eru bara, það stendur hérna í tilkynningunni, þetta byrja klukkan 12, og það er bara...
og þungur hugur ef það ekki gengur eftir. Ég einu sinni, þegar ég var að læra þar, þá skipulaði ég rútu til Oslo þegar ég var eitthvað svona vetrarfrí eða eitthvað og náttúrulega bara sem Íslendingur, þú veist, þá náttúrulega bara setti ég mæting 12:15 eða eitthvað svona, þú veist, og svo var var þetta og allir mættu og þú veist, og ég var svona sem var að skipulegja það og svo labbaði ég út, þá var rútan bara að fara og þú veist, þá var búið að segja við bílstjórana og búið að segja við alla, hún fer 12:30, það stendur bara 12:15 svo að enginn missa af að þetta sko leigur út að sérstaklega, þú veist, við þurfum að borga sama gjald hvort það eru 10 eða 15. Þannig að þú komið óseða heiman. Já, þarna var ég að koma óseða heiman og ég misti bara rútunni sem ég skiplaði. Heyrðu, vinur minn var að skilja við þýska kærustu og það var svona svolítið uppgjör við Þjóðverja, auðvitað í kjölfarið. Sem þjóð? Já, eins og gerist og þó maður meina alltaf ekki alhafið Þjóðverja, þú veist, en hann var alltaf með svona lýsa svona fyrir mér, sko, að hann kannski spurði hann á stundum, já, elskan, hvernig svafstu? Það kom, how would I know? I was asleep. Það var svona hið þýska svar sem hann fekk og þetta var svona til þess að reyna að setja mig inn í það hvernig þau verið að eiga við Þjóðverjan og hann bara, ég verð aldrei aftur með þýskri konu. Þetta var svona, how would I know? I was fast asleep. Mjög uppbyggjandi. Já. Kristín náttúrulega finnast að mannska sem ég þekki, gömul vinkona mín til margra ára og hún bjó í Þýskalandi í mörg ár og lærði þar. Það fannst engum Þjóðverja hún fyndin. Þannig ég er svo móðguð út í það sem þjóð. Já, ekki til. Þetta voru 5 ár. Þetta voru 5 ár. Og enginn kunna með það. Félagslegri, já, svona, þú veist, ég vil ekki segja niðurlægingu, en svona hægu niðurbroti. Var þetta ekki vont fyrir egoið? Var þetta ekki orðin svona óviss um það hver þú væri? Jú, en það gerist hægt. Þannig að þú veist, maður var ekkert eitthvað í angist, en þú veist, ég finn svona þegar ég horfði tilbaka, þegar ég kom heim, maður var lítill í sér. Já, þú veist, þetta er alveg líka, við komum aldrei. Já, lættist upp að þér svona. Já. Þannig að alveg eins og hjá vini þínum þá þekkir þú það líka að það er ekkert að sækja til Þjóðverja. Ekki neitt. Ég hef tekið út fyrir þessa þjóð, ég vil ekki sjá þetta en það er út af þeirra framkomi. Nei, ég reyndar sko, mér finnst gaman að koma að þetta sko og þú veist, fer núna alltaf hverju ári með tryggingin í svona sem við kallum æringur og þá förum við bara í öll leikhúsin, öll listasöfnin og það er bara stíf dagskrá frá 8:15 og bara fram eftir. Ertu svona alin upp á svona menningarheimili? Ég er alin upp á svona alþýðu fólki á Nesunu. Þannig að já, in a way. Já, einmitt sko. Svona Street og Laxness líka. Já. En það gerist undur og stórmerki í vikunni. Nú? Það baðist manneskja, svona opinberi manneskja afsökunar. Já. Sem eiginlega gerist ekki á Íslandi. Það náttúrulega gerist aldrei hjá stjórnmálafólki. Gerist síðast 1937. Já. Og hver var það þá? Ég man ekki alveg. Þú manst ekki hver það var? Nei. En allavega þá... Ártal er alveg skýrt í mínum huga. Heyrðu, var það ekki maðurinn, manstu með birtinleikjunni í Kvennablaðinu þegar maður baðast afsökunar á því að hafa verið drukkin og almannafæri? Það voru svona... Já, í klausum í blöðunum. Það byrti fólk sko, sendi greinar í blöðin, í smálýsingar. Ég, Guðmundur Finnbogason, var ofurölvi í bankastrætinu og sýndi af mér leiðilega og óafsakanlega hegðun og ég bið ég alla þá sem mættu mér innilegar afsökunar. En þú veist allt um afsökunarbeiðni vikunar. Já, þú ert þá væntanlega að tala um afsökunarbeiðni Harðar Torfasonar. Já. Sem var án nokkurrar sko fyrirvara og bara með fullri ábyrgð. Já, það var enginn sem píndi það fram. Og enginn píndi þetta fram, kom bara mjög óvænt fram. Það var enginn krafa, hann bað samtökin afsökunar. Já, hann bað í raun og veru, það er fyrrverandi framkvæmdastjóra og fyrrverandi formann og samtökin og BDSM á Íslandi afsökunar og bara alla sem koma að málinu. Þetta náttúrulega tengist þessu BDSM-deilum sem að já, voru þau verið undir hatti hinsi Já, voru fyrir mörgum árum og það er löngu leyst og fór bara lýðræðislega leiði gegnum félagið og meira sem var samþykkt á 3 kosningum og allt þetta. Það er hundleiðileg saga að fara yfir. En sem sagt fólk hefur svo sem gaman að henni en samtökin 78 eru reglífa samtök, það er bara þannig og þið getur stofnað bridgeklúbb og óska eftir að fá að vera aðili þú veist, og svo framlega sem að það leggur eitthvað til barnar og BDSM á Íslandi, svo ég útskýri aðeins hvað þau eru að gera, þá náttúrulega hafa þau verið að tala fyrir ákveðnum réttamálum, til dæmis að ef það er tilkynnt heimilisofbeldi að þá sé ekki nóg að segja bara nei, það er ekkert ofbeldi, þetta er bara við erum að fíla svona BDSM, heldur viljaðu að lögregla rannsaki hvort þetta sé raunverulega. Það er það sem þetta félag er að gera, þetta er mjög flott réttafélag. En þetta olli sem sagt alveg gríðarlegum
anga, svona angur, svona ótta hjá okkurum hópi og svona, svo annar hópur sem svona hengdi sig á þetta, þú veist, svona hópurinn sem hefur kannski verið bara frekar óánægður, eitthvað sem gerist í einhverju partí á Lindagötunni 97 eða eitthvað sem fór fyrir brjóstið á þeim og hefur ekki verið gert upp og þau hafa svona svolítið nota þetta til þess að sko búa til þá hugmynd að Samtökin 78 hafi verið bara tekin yfir af einhverju marxískum feministum og og það sé búið að stela þessum samtökum. En raunin svo að þau hafa aldrei verið öflugri. Stærsta félagsmiðstöð landsins hinsegin félagsmiðstöðin og það þú veist, hefur aldrei verið fleiri meðlimir og aldrei stærri og þetta hefur svona valdið mjög miklum sárindum í samtökunum eða hjá okkur sem erum hluti af samfélagi. Ég til dæmis ekki mjög virkur, ég borga, ég styð og ég þegi og svo veri ég við þess. Það mitt hlutverk. Það ekki samtökunum að kenna að ég mæti ekki á marga viðburði. Það því að kenna að ég bara í vinnu og bara, þú veist, leiðilegur líka bara. Og Í félagslegu baggi. Já, ég bara svona, það minn félagslegu baggi. Og þetta hefur valdið mjög miklu svona titringi og sprettur alltaf reglu upp. En sem sagt, á sínum tíma var Hörður Torfason spurður bara út í þetta í ykkur viðtali og hann svona tók undir þá hugmynd að ykkur her af feministum hefði tekið yfir félagið og rænt af homónum. Og hann var raun og að biðjast afsökunar á þessu að hann hefði ekki vitað nógu vel, hann hefði bara sagt þetta er það sem hann trúið, hann hefði átt að sjá í gegnum hvaðan það kæmi vegna þess að þetta hefði auðvitað verið notað núna undanfarin áratug meðal annars til þess að gefa því lögmæti að vera andstyggileg við transfólk sem að þá það þekkja það allir, samtök sem kalla sig 22 eða einstaklingur sem kalla sig samtökin 22 og svona hefur verið notað til þess ofta svona bara vera andstyggileg við ákveðið fólk sem aldrei hefur gert annað en að styðja þessa baráttu og að því að hinsegin fólk þó að við séum með mikið af drottningum og kunnum svo sannarlega að deila þá kunnum við líka að verja integrity samfélagsins þú mátt sprikla en þú vart að standa með stórmerkileg afsökunarbeiðni af því að hún var skrifuð eins og afsökunarbeiðni getur orðið best. Já. Það voru engir fyrirvarar eins og eiginlega alltaf í íslenskri afsökunarbeiðni og auðmýktin hún er sennilega ástæða þess að við erum að ræða þetta okkur finnst þetta merkilegt bara auðmýkt hjá einu manni bara það sem við viljum ræða þegar við förum yfir fréttir vikunar hugsið ykkur þetta minnir mig á eitt við ættum nú eiginlega bara að lesa þess afsökunarbeiðni upp hún er svo stutt og ég að finna hana kannski, en af því við vorum að ræða Þýskaland á hann og Norðmenn og svona minnir þetta mig á eitt að ég á norskan vin sem að býr hér á Íslandi og hann ber saman íslenska ráðamenn, þingmenn og ráðherra, hvernig þeir ávarpa eigin þjóð bara í samskiptum við fjölmiðlamenn, fréttamenn, bara ríkisútvarpsins og annarra miðla. Og hér á landi þá eru ráðherrarnir og þingmennirnir, þeir eru aldrei að biðja sína eigin þjóð afsökunar á því hvernig ástandið er á Íslandi eins og það er núna. Hvað varðar stýrivextina, hvað varðar húsnæðisskortinn, hvað varðar það að það er nánast óbyggilegt bara á Íslandi fyrir ungt fólk. Enginn er að biðjast afsökunar á því núna af hálfu ráðamanna á meðan að bara 3 mánaða skeið, segir hann, í Noregi. Ef bjargirnar þar eru eitthvað að verða aðeins erfiðari, þá er þetta bara svona standardrútín að frétta viðtöl, já, ég bara byrja á því að biðja félaga Norðmenn afsökunar á því að nú erum við verið að leiða yfir ykkur þessa erfiðleika sem eru því miður óhjákvæmilegir. Ég veit þetta er erfitt, en mér langar til þess að stappa ykkur stálinu. Og þrátt fyrir það eru svona viðkvæði bara. Já, ég bara tala. Og það ekki norsararnir, var ekki annað hver ráðherra þar að hætta út að stál einhverju háskólaríki eða eitthvað? Þeir hafa mjög mikið hægt, til þessu 5 sem hafa farið þar á bara það þarf mjög lítið til þess að missa traust Mér sem 5 mann og róta en döðróta ég missa 5 á einu bretti En þetta samt að vera alltaf að hugsa líðan þjóðarinnar, almennings og vera ávarpa. Já, að ávarpa það sko. Nei, að því að mér finnst þetta merkild að því að sko, mér finnst alltaf svo ótrúlega gaman þegar ég er rangt fyrir mér og ég hef ekkert erfitt með að viðurkenna þegar ég hef
alveg rangt fyrir mér. En mér finnst þetta vera svolítið vandi í okkar samfélagi að sko að þetta að þú einhvern veginn bara hverfir eða missir hluta af sjálfum þér eða þú þarft að biðja einhvern afsökunar og segja bara fyrirgeðu, ég vissi ekki betur eða mér var heitt í hamsi eða eitthvað. Sko við megum alveg að æfa okkur í þessu að draga tilbaka þegar við óavitandi sært einhvern og ég stundum svona svolítið impulsív og kvefsinn og gerir mér ekki grein fyrir því að sko að ég hef eitthvað svona impact af fólk sem að og fólki getur sárnað og ég kannski veit ekki af því en sko mér alveg ljúft og skylt að biðjast þá afsökunar og ég bara svo glöð að svona opinber persóna gerir það vegna þess að við ættum ég vildi svo mikið að til dæmis þingið okkur og stjórnmálamenn sko sýndi okkur stundum meira inn í sig bara að þeim sé ekki sama meiri einlægni að þeim sé ekki sama og hérna að þau eru nú búin að finna þetta ég ætla ekki að lesa þetta allt en ég er náttúrulega ekki með gleru, ég er svo gömul og miðaldra en hann segir einfaldlega ég á mér engar, þetta er bara lokin á tilvitnunni hérna, ég á mér engar málsbætur og ætla ekki að vera að teygja lopan. Ég hafði einfaldlega rangt fyrir mér og byggði á upplýsingur sem ég hefði átt að kanna betur. Upplýsingur sem komið frá fólki sem hefur áratugum saman farið með ósannandi og rættni bæði gagnvart samtökunum 78 svo einstakling sem hafa unnið að heilindum á málefnum þeirra. Þetta er rosa flott og þetta er svo frelsandi að koma með þetta, skilurðu? Og ef við má koma með smá viðbót, svo kom athugasemd við þetta, hérna, það sem hann nú að þakka fyrir þetta, en vilt ekki biðja líka BDSM á Íslandi sérstaklega afsökunar, þetta náttúrulega snýri svolítið það. Og hann bara, jú, þannig að bara uppfærið afsökunarbeiðnina. Það er nú, það verður skrifað í heimsöguna, skal ég segja ykkur. Þegar ég heyrði þið lesa þetta, ég á mér engar málsbætur, þá einmitt hugsa maður, jú, þú ert maður. Mennskur og það er það sem felst í því að vera maður það er það sem felst í mennskuna að við gerum mistök það eru þínar málsbætur og hann á sig fullt af málsbótum hugsið ykkur hvað þessi málsgrein og móttakan hjá manni sjálfum gæti leitt til miklu betra samfélags bara svona heilt yfir heldur en hinn helvítis hrokin þegar allir setja alltaf hausinn hérna út undan sér og svo er bara en hugsið líka pólitíkinni þessu getur verið með hérna þetta getur verið hvað sem en það eru deilur og hérna deilurnar eru búnar en það er langvarandi þreyta og fólk er sárt og svona það ykkur í vinskapir eru ekki jafn sterkir lengur og svona og það hefur enginn verið að krefja Hörð Torfason afsökunarbeiðni en það sem hann gerir er hann biðst afsökunar og leið býr hann til farveg fyrir fólk sem mögulega einmitt var einhverju megin var ekki í deildinni sem vann eða hvernig svo voru það hann líka bara búið til farveg til sátta þannig að ég bara get eiginlega ekki rósað Herði Torfa nóg mikið. Hitt hann reyndar í gær og sagði hann að hann ætti að fara að selja þessa pakka. Kenna mönnum sem lendi í vandræðum. En hann vildi meina að það væri að menn sem væri alltaf að koma sér í vandræði, þeir væru oft ekki mjög viljugir að Þú menn hann myndi bara engin mæta á þann Sko, þú veist Snorri Ásmunds og myndlistamæður var einhvern tíma með eitthvað svona að teika þetta. Já, það. Þú veist, keypt aflátsbréf. Já. Keypti á 10.000 og 100.000 og bara 500.000 eða skilur fór bara eftir hversu hressilega og skilstu bara bak það var allt í góðu sko hérna einn ríkasti brjálæðingur heims Elon Musk náttúrulega setti út falsfrétt á Twitter í gær það að Starmer væri að fara að loka öfga hægrimenn inni í einhvers konar búðum á Falklandseyjum og þetta bara hékk inn á Twitter í 30 mínútur en hann hefur ekki beðist afsökunar á þessu hvað er að gerast í heilabúinu á Elon Musk? Getur reyndar sálgreina manni? Þarna, það er á ekkert að ráðast á garðin þar sem hann er legstur hversu geggjaður er hann orðið? Ég veit það ekki, ég tilheyri hópi þegar svona kannski bara fámennum hópi sem hef engan áhuga á Elon Musk Nei, ég les aldrei fréttir hann Ég held að þetta sé stærri hópur en Elon myndi allavega vilja viðurkenna Þú veist allt sem hann gerir mér ósmekklegt þessi bílar sem hann er að gera mógljótir þessi bílar Cybertruck eða hvað sem þetta heitir þetta er að ég sem er listmenntið mér býður við þessu þannig að ég hafna honum og hans, svo ég veit að hann sé eitthvað svona valdamesti
maður í Bandaríkjunum eða eitthvað svoleiðis. En komið gott að Elon Musk. Algjörlega, en ég meina sko heimurinn bara að sjá manneskjus bara springa úr oflæti, þannig að hann auðvitað námsgagn. Þannig að þú ert fyrst að segja að ég sé einhvern veginn dálítið eins og Elon Musk. Nei, alls ekki, en allt fólk sem svona ábyrjandi í heiminum auðvitað eitthvað svona kennarar, þú veist, og hann bara að springa úr húbris. Og hann fyrirmynd fyrir mikið af ungum kallmönnum sem þú veist, það svo geggjað. Hérna, ég var nú að segja ykkur hérna fyrir, ég hef nú aðeins unnið fyrir hérna Elon Musk, ekki hann persónlega en aðeins hérna vann nú verkefni svona tengt honum. Og það sem að eiginlega, sko, það sem að ég held raunverulega að sé að gerast að hann keypti Twitter. Og Twitter sko einhvers konar hérna fjölmiðill eða svona social media sem að allir blaðamenn heimsins hafa áhuga á og þú veist, og þá allt í einu bara ljós á hvernig þessi maður rekur fyrirtæki sín, af því að hann ekkert að gera neitt öðruvísi, þú veist, það eru endalaus sko gæðavandamál hjá hérna Tesla, af því að hann, þú veist, trúir ekki á það að það sé nokkuð virði í því að halda fólki ánægðu í vinnu hjá sér, bara, þú veist, þú getur bara skipt út öllu starfsfólki, það er rosaleg starfsmannavelta, gæðavandamál og hann með svona einhverja hugmynda til svona einhver regla, eða hugmyndi hérna hugbúnaðargerða að sé eitthvað, þú veist, 20% af fólkinu vinnir raun og alla vinnuna, þú veist, en það þýðir ekkit endilega að þú getur sagt upp 80%, sko, það er ekki það sem reglan alveg að segja, sko, og hann svona, ég held að hann sé alveg jafn klikkar og hann búinn að vera ógeðslega lengi, en þú veist, þegar hann var að reka bílaframleiðanda og þú veist, eldflaugafyrirtæki, þá voru menn kannski ekki jafn mikið að spá í hver allir mannauðstefnan hjá honum síðast, svo fer hann að reka hérna Twitter sem þú veist, það ekkert merkilegt við tæknina baka við Twitter, allir samfélagsmiðlar það sem að, þú veist, þeir make og break fyrir þá þú veist, ritstjórnin og enginn vill láta ritstýra sér en allir vilja vera í tiltölulega öruggu umhverfi þú veist, allir hata móderheitana og ég held að hann hafi bara aldrei fattað það, þú veist, þetta var bara, hann keypti sig inn í sitt persónulega helvíti og bara, þú veist, og við erum bara að sjá það í beinni útsendingu, ég held að þetta sé ekki eitthvað sem hafi gerst skyndilega, það bara allt í einu ljós á hvernig þessi maður haga sér, sko. En heldur hann fíli samt ekki að, svona eins og margir kallmenn sem í kastljósinu, heldur hann fíl ekki aðeins að vera hataður líka? Jú, örglega. Eða svona leggja fram einhverju Dóttir hann sagði eitthvað sko að hann væri svona kallmaður sem ekki væri hann var ekki nóg fyrir að vera ríkastur og stjórna og hafa fá athygli. Þú veist, hann yrði að ná að samfæra heiminum að hann væri líka fyndinn. Þess vegna er alltaf að deila eitthvað svona memes og eitthvað svona. Já, hann nefnilega alveg ófyndinn, sko. Ég held að dóttir hans þetta virkar, eða þú veist, ég held hún geti verið gott sós á hérna. Ég held hann eigi sko eitthvað 8 börn, þannig að hann held ég, getum alveg sagt að hann sé versti faðir bara frá upphafi tímans og ef hann verið kona þá, þú veist, væri náttúrulega löngu búið á slátrónum bara fyrir það eitt að vera svona umrætt foreldri sko. Hann meira og meina að hafna þessum börnum eitthvað í villi vekk og skýra því eitthvað alveg galið. En ef hann ófyndinn með öllu, getur hann að vera klár? Já, ég hef ekki ákveðin tegundagáfu, kímnigáfa. Já, eitthvað spunnið í mannin, það alveg þannig. Þetta litur í sálinni, en getur hann horfið ef við hættum að tala hann? Sko, ef heimurinn hættir að tala Elon Musk, getur hann horfið? Ég legg mig í því, sko. Allt það sem við veitum athygli vex, skilurðu? Það náttúrulega alveg rétt. En hann ekki að hverfa hægt og rólega? Ég literally ít ekki á fréttir þegar ég sé nafnið hans. Nei, en ekki líka þess, þú veist, ekki líka hérna strákarnir sem að elska hann, þeim að fækka líka, þetta orðið svo pathetic og weird. En ég meina, núna eins og undanfarna daga, þá hann svolítið að haga sér eins og einræðisherra, hann til dæmis raunverulega að hvetja bara til borgarastyrjaldar í Bretlandi og íta undir allt það sem að gerast þar, þannig að það ekki þetta að neita því að þessi maður, þessi maður, hann hefur þetta áhrif og getur verið hættulegur líka. Já. Ég langar aðeins að beina kastljósinu að þessar umræðu til nýja forsetans okkar. Já. Frábær forseti. Af því að hér hefur ekki verið svona frétta vikuloka þáttur í nokkra vikur. Nei. Og þetta svo fyrsti eftir að Halla, hvað kallaði önnur ykkar hann alltaf? Við kallum hana alltaf Höllu TTT.
Fyrir hvað þetta kom bara eins og eiginlega allt sem við erum að segja, það kemur bara og þetta kom og okkur fannst það svo gaman Stína sagði þetta fyrst og mér fannst það svo fyndið að ég tók þetta upp eftir henni, það var það sem gerði flottir hljómur í þessu þetta er æðislegt þetta er ekki uppnefni þetta er svona smá eitthvað, þú veist, þegar vorum að tala fyrst þegar vorum að tala hana, þá vorum við að tala hann TikTok leik og þú veist, þá var þetta eitthvað svona þar, það var eitthvað tíð það var eitthvað teknólag sem eitthvað fólki gaf út það er svona hvað þetta kom þetta kom það en sko, mér finnst hún bara glæsilegur fulltrúi ég talandi að vera humble í hörðum heimi sko, að mér finnst hún bara vera mjög einlæg og ég veit ekki hvað þessi forseti gerir en þú veist, bara aðeinslegt að hún sé þar ég held og mér varst hún glæsilega á þessari innsetningarhátíð mér varst að ræða hennar falleg flott klædd þetta skiptir og svo segir fólk að það skiptir engum máli mér finnst það bara skiptir mjög miklu máli Akureyskur fatahönnuður Björgadóttir ég get sagt það við Kristín vorum út að borða í gær og hittum þar fyrir Ólaf Ragnar Grímsson við verðum líka að segja, við löpum með tóman veitingastað settust á borð og svo stikar maðurinn inn ekkert nema elegansin og glæsileikin og svo segir fólk að skiptir ekki máli að forsetinn sé elegant þetta er svona ákveðin íkonografía í kringum þetta embætti og það að líta út á svona virðulegan hátt, það er bara hluta á þessu það er ekki vanta reisnina þar á bæ og þú veist, og ég er hrifin af svona reist ég er meira hrifin af reist heldur en einhverjum buff tilburðum en það er bara fagurfræði ég tek undir maður getur ekki gert allt ég er enda að tek undir sko buffarinn okkar, hann var náttúrulega svona trust agent samt sko, á þannig tímum mér þykir alveg vænt það en var þetta ekki yfirleiðrétting í það? En þetta var erfitt þetta var eiginlega jafn erfitt og lífsreglurnar 4 sem uppáhaldsbókin en við stöndum bara með okkar forseta af því að það er svo geggjað ég er mest í Höllu Tómas aðdáandi og ætla að vera það næstu 4 árin allavega, en þess að ég bara elska það að vinsælu krakkarnir hafi ekki fengið sinn kandidat og það er svo geðveikt hollt fyrir lýðræðið að vinsælu krakkarnir fá ekki alltaf allt sem þið vilja þannig að við erum bara með Höllu og hún er besti forseti í heimshöfunni en var þetta dauðarhygla í þú veist þeim sem að bara get ekki fyrirgefið Íslandi þessi úrslit var þetta svona dauðarhygla þarna rétt áður en hún er sett í embætti með því hvernig sumt fólk skrifaði bílakaupin hennar og allt þetta augljóslega bara óbúslega svegt ennþá yfir því að Katrín Jakobsdóttir varð ekki forseti. Var þetta bara svona dauðarhygla ónæðu eða mun þetta halda eitthvað áfram? Nei, hún náttúrulega, þetta mun halda áfram. Hún er náttúrulega ekki alveg, sko, að þegar við erum allir hérna úr hennu blaðrandi stéttum, þá er blaðrandi stéttu, þetta er frábært. Hún er ekki alveg með alla í okkar hóp. Nei, alls ekki. Þannig að það verður harkalegri gagnrýni á hana og það er bara fínt. En ég meina, þú veist, hún það bara hún það bara gangi í gegnum einhver eldskýrn eins og aðrir sem taka við einhverjum risastöðum. Þessi sigurinn var algjörlega verðskuldaður og ég held í alvöru að þjóðin hafi sameinast að kjósa hana vegna þess ekki síst að hún á sig sjálf. Hún er ekki búin til á Íslandi, hún er ekki völduð hér af einhverjum valdarstéttum eða fyrirtækjum eða peningafólki. Hún stendur svolítið ein og ég held að þú veist hvað ég var að segja þetta mix sem er í gangi í öllu samfélaginu okkar, hún hefur verið svolítið lengi út úr því og þú veist, fólk hefur trúið því og hún hafi eitthvað sjálfstæði til að bera einmitt vegna þess og það er þess sem að mér þykir bara frábært að hún skildi verða forseti Var hún uppáhaldskandidatinn þinn? Erfitt Það var kannski annar kandidat sem var meira uppáhalds mörg algjörlega frábær ég meina, vá þetta var svo skemmtilegt mikil ástísakona Já, og ásthórskona Guðmund Almáttur og mörg þeirra algjörlega frábær en
en Halla hlý og manneskjuleg, hún ekki hrokafull á nokkurn hátt, hún hefur áhuga á því sem aðrir að gera og hún veit að, og ég finna hún svona tilbúin til þess að draga fólk til sín og fræðast og svona, hún heldur ekki hún geti gert allt sjálf og hún hlustar þegar maður tala við hana. Þetta náttúrulega bara svona eitthvað sem maður finnur í samskiptum við fólk, þú veist, þegar fólk horfir í augun á manni og að meðtaka það sem maður segir, eða bara einhvern veginn allstaðar annarstaðar og þetta að verða fágætara á okkar dögum að fólk hlusti. Ég hugsaði til hennar þegar þú varst að tala innlegni á hann. Ég meina, mér fannst bara sem áhugamannska sko kosningabaráttu varst mér bara mjög áhugavert hvernig hún notaði svona einhverja kvenlega eiginleika til þess að tala við fólk og ég meina það ekkert sjálfsagt í dag að vinna einhverja hug og hjörtu einhvers mannskaps með að tala við augun þeirra í beinni útsendingu á RÚV. Það ekki áhorfa á þetta eins og þetta var en henni tókst það og mér fannst hún bara... Hún ræddi breytingaskeiðið sitt í einhverjum þættum. Já, bara geggjað og svo var eitthvað mannskap bara að gera grína henni. Móðurleg og mýkt og svo var eitthvað fólk að gera grína henni út af þessum klút og hún sneri því bara í sók. Styrklega, já. Þú veist, ég mér ekkert að þessari dömu. Mér finnst hún bara elegant. Og þú veist, það náttúrulega Gústa, það andaði enginn á Guðna, skilur, hann var bara eitthvað að buffast í friði og bara gekk vel, skilur, og bara flottur. En þú veist, ég hugsa mér alveg Gústa hana, ég frá þessu fólki sem þú nefnir, þú veist, meðal annars, sko, og ég hef engar áhyggjur af henni. Ekki heldur. Þú veist, hún á bara eftir að, láta Gústa á sig og bara standa keik, sko. Má ég segja kannski aðeins þetta bílamál, sko, að það ekki, þú veist, ég ekki alveg tilbúin að skrifa þetta algjörlega á bara þá sem eru fúlir, sko. Ég meina að það auðvitað ákveðið vantraust og hérna í samfélaginu okkur hefur tekist ágætlega að vinna úr því en það ennþá til staðar og hérna og eitt af því náttúrulega hún hefur fengið að finna fyrir því, menn það hefur örugglega enginn þurft að svara jafn mikið fyrir veru sinna í viðskiptaráði og hún og hefur gert það, ég held að segja verið sko 8 ári eitthvað sem hún byrjaði að svara fyrir það og hefur gert það af einlægni, aldrei með neinum pyrringi og allt saman. Og fer aldrei undan. Sem náttúrulega hlutaði að gera upp hluti, eða þú veist að breyta skipta skoðun og gera upp hluti að finnast aldrei ósanngjarnt. En sko þannig að það eru örugglega margir sem að þú veist hafa einhverja svona athugasemd við þetta sko bara að spá. En það sem að ég verð að segja mér blöskraði svolítið við þessu umræðu sko að þú veist þú veist, maður spyr bara ákveðna spurninga, þú veist, fekk hún afslátt, hún búin að svara því já, var þetta óeðlilegur afsláttur sem að, ekki, þú veist, engin annar gætt fengi, þú veist, voru einhver áhrif að kaupa þarna, þú veist, verið að þú veist, verið að, getur forstjóri Brynborgar núna fengið eitthvað átt vona á einhverju, það eru engin merki slíkt, svo sko, hvort þetta sjoppulegt, þú veist, að posta þessari mynd. Það, þú veist, já, þú veist, en þar... Og þar skellur skuldin á Brynborg, þú veist, þeir eiga að hafa... Já, það getur líka... Eilíti Brynborg virðist hafa farið á bakveðana, það erum við ekki saman. En sönnunarbyrðin í því hvort þetta sé sjoppulegt ekki, það bara ekki eins og í sakamáli og það algjörlega ljóst að ég held hún braut engar reglur, það engar reglur sem ná utan það að hvernig hún haga sér sem verðandi forseti. Ok, svo kemur þessi sjoppulega, hvort þessi sjoppulega að posta eitthvað svona, það bara, kjósendur ákveða það bara, og ef það ákveðin massi af kjósendum sem segir bara, heyrðu, þú bara getur ekki posta mynda nýju bílnuðunum á vef Brynborgar og verið forseti, þá getur það leitt til afsagnar. En það eru engin merki þess að það sé nógu stór. Veit fólk ekki bara, þú veist... Þetta bara ekkert issue, þetta ekkert mál. Ég meina, ég held að fólk gefi henni líka bara alveg afslátt, það bara rétt, hún var ekkert tekin við. Og ég meina bílasalar eru bílasalar. Já, og ég held bara genuinely að hún hafi ekki fengið neitt 5 eða 7% staðgreiðslu. Já, ég held að flesti frekir kallmenn henni Reykjavík hafa valsaðan á bílasalu og fengið viðlíka afslátt, sko. Já. Bara með einhverju gjammi, sko. Þetta þykir bara eðlilegt. Það getur beðið, mann bara öska, heimtaðan, sko. Það hins vegar alveg rétt að hún kemur sko úr annarri menningalegri átt heldur en þeim sem jafnan veljast í áhrifastöður líkt og að verða forseti Íslands. Og maður sá menningar elituna, ég ætla að leyfa mér að nota þetta orð, þótt ég sé stundu skammaður og allir séu skammaður fyrir að nota þetta orð, þá ætla ég bara að segja, maður sá hvað menningar elitan
tók mikil andköf á hneykslun yfir því að hún skyldi velja einhverja bandaríska sjálfshjálparbók sem bara uppáhaldsbókina sína. En þetta setti líka fullt af fólki upp á afturlappirnar sko. Þegar að þau byrja, mér fannst þetta bókaval ekkert smart, en þegar fólk byrja að drullu bókavalið, þá bara stóð ég með því. Æðislega flott bókaval. Já, ég segi það með þér. Ég byrja, hvað er þetta? Þetta er líka þetta suss alltaf sko. Ég held alveg, hún forseti vegna þess að fólk orðið þreytt á þessi alltaf eitthvað svona. En það alltaf líka verið að hafna kerfinu alls staðar í kringum okkur. Ég hefði fyrirfram haldið að Katrín Jakobsdóttir myndi rúlla þessu upp. Bara flottur fulltrúi og hefði aflórið æðislega forseti. Ég heyrði einn mesta menningarpáfa Íslands, ef ekki bara þann mesta, kalla hana menningar snauða peninga buddu. Já, þetta er rosalega. Þetta er ekkert í lagi. Hvað á þetta þýð? Þú veist, hvað er menning? Hver hefur leyfi til þess að skilgreina það? Hvað er menning? Og ég beið í heilan sólarhring, þetta var á Facebook, ummála Facebook, ég tekkaði 4 eða 5 sinnum og 24 klukkstundum. Stendur þetta ennþá? Ertu ekki búin að taka þetta út? Já. Nei, þetta stóð. Ég meina, í ákveðnum svona hópum þá er þetta nú ekkit eitthvað stórmerkilegt að kalla. Ég meina, hún var kalluð menningarslys eða eitthvað menningarlegt stórslys eitthvað staðar. Og það var dálítið býsnast yfir því að það væri ekki mikið af listamönnum á gesta og bara held ég engir eða fáir listamenn á báðslista þarna á Bessastöðum. Ekki bara að segja að gestalisti hennar var tekin hérna sundur og saman í háði. Já, einmitt. Já. Það var verið háðspott. Já, ég held líka bara að séu, þú veist, talað eitthvað svona nýjar kynslóður og eitthvað, eða þú veist, yngri kynslóður, þú veist, þau eru ekkert að pæli því hvað telst sem einhver verðug íslensk menning og hvað ekki. Þú veist, þetta fleiri hafi lesið þessa sjálfshjálparbók sem hún hefur hlustað á hann í Oddabúl með þeirri kraftgöngum með hundin. Þetta er góð bók. Nei, hún er alveg skelfileg þessi bók. Þetta er afleitt bók. Þetta er alveg hræðileg. Ég veit ekki um það. Ég las hana í heimanámi sko hjá sálfræðingi og það sálfræðingur er ekki lengur í vinnu hjá mér. Já, nei, ok, þú hættir. Þú ættir eiginlega að hlusta á einn þáttun okkar, við tökum þar fyrir okkur komið gott að sálfræðingum og það meðal hans út á svona æfingu. Já, segðu mér aðeins meira. Ég man ekki, það var einhver önuheit þarna sem kom upp, það var nú ekki sérstaklega djúpt teik, sko. En sko, þú veist, þetta er svo augljóst, sko, að hennar félagsauður er bara einhvern veginn að mati sumra, ekki bara úr réttri átt. Það er svo augljóst, ég meina, þetta er hlýkona, ég held hún hafi raunverulega unni vegna þess að fólk bara fann það að hún er einlæg og næs, ég held í alvörinni, ég hef hitt hann nokkuð þekkir ekki neitt, en einmitt þetta sem þú sagðir, hún hlustar, þetta er eitthvað sem hún tekur eftir, hún hlustar í alvörinni af áhuga bara á þess að segja og speglar í stundum eitthvað svona á sig. Hún sýnir sem að maður finnur alveg genuine, sko. Og virðist ekki vera, eitthvað rosa óörugg gagnvart í að, þú veist, ég meina hún er ekkert að vitna í, þú veist, já, þetta virðist ekki skipta öllu máli, sko, hvort hún sé einhvern veginn að vitna í Íslendingasögunar eitthvað svona skilur. Mér fannst hún samt, ég meina, eins og í þessari ræðu sinni við innsetninguna, og fólk hefur mikið fundið að því hvernig orðanótkun hennar er, sko. Hún notaði gildi einu sinni, að fólk var komið að bara, hún segi gildi einu sinni enn, eitthvað svona. Og það var í tilvitnun eftir Pál Skúlason heimspeking. Mér fannst það nú bara elegant hjá henni. Já, frábært. Ég er endar, verðveikni, ég er ekki búin að hlusta á þessa ræðu, af því að ég, það eina sem ég vissi af þessa innsetningu að mér var tilkynnt það að það var ætlast til þess að ég yrði heima hjá mér þennan dag. Ég held en það bara átt við starfsfólk almennt, sko, þegar voru að nota húsnæðið. En ég var sérst í flugvél á meðan að var vera, en ég geri bara ráð fyrir hún hafi verið frábæris ræða, en það er ég höllu Tómasar maður. Hún var mjög fín, en það var útsalega. Jú, svo, einmitt, en það var svo fyndið að alla myndir að þessari innsetningaræðu sem komu í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum, það var eins og sko ríkisstjórninni leiddist svo, mér fannst það pínu dónat. Mér fannst Birgir Ármannsson í frumu stuði. Var Birgir, já, kannski hefur ekki séð myndir af Birgi, hann getur nú verið svo ansi glaðilegur. Birgir Ármannsson var land og þjóð til sóma þennan dag. Það er bara svo leys. Kjólfötum, bauð upp á kampavín. Það var mjög smart. Já, einmitt. Og það voru harða reglur náttúrulega klæðabúnað, sko. Það er eitthvað búið að breyta þeim og fólk er sátt yfir því, sko. Það átti eins nattar verið kjólfötum og svo er búið að taka það út, sko. Já, það stóð samt að svo var líka það var bara eitthvað nokkri sem Já, en það voru líka skilaboð að fólk var kvenfólkið var beðið að koma í svörtu
Já, einmitt. Og er þá ekki mikið sögn í því að Vigdís Finnboga var í hvítu? Er það eitthvað súffragettu stuðningur? Eða var það í hvítu og svört? Hvítu eða svört? Það stóð allavega eitthvað með svört á þessu boðskort. Það mátti allavega helst ekki koma í svona litríkum fötum, ekki rauðum og einhverju svoleiðis. Og fyrir vikið þá voru einhverja konur sem að koma í sérstaklega skræpótum áberandi fötum til þess að mótmæla þessari etikettu, sko, að þetta væri ennþá að vera að setja konur í eitthvað mót að þær eru að vera í einhverjum ákveðnum litum og eitthvað. En maður sér ekki oft svona magna þjóðbúningum, það er alveg ljóst. Nei. Og þið eru nú ekki hrifnar að kall þjóðbúningum. Nei, ég skil að þeim hafi verið hafnað að mestu leyti á þessum innsetningarfilm. Er það þá þessi nýja eða er það að tala um ég veit ekki, ég var bara eitthvað að pæla, ég var að horfa á þetta. Aðsniðin fyrir dverga var þetta. Sagði það. Stend með því. Þetta er ekki klæðilegt. Þetta er þess að gera kallmenn. En er það þessi nýji sem kom á 10. áratugum? Já, það er sá eini sem að mennir eiga skarta núna. Lopapeysan og ég var bara að velta þessu fyrir mér út og mér var svo marga konur verið í þjóðbúning á þessum degi og bara, akkur er kallmenn ekki í þjóðbúningi? Googlaðan og sagði, skil. Já, einmitt. Það er bara nákvæmlega þannig sem það gerist. En ef Halla var svona dugleg að hlusta og ég er sammálaður, ég hitt hana sjálfur einu sinni bara persónulega í þessari kosningabaráttu, það var fyrir norðan. Ég var að vinna sem blaðamaður fyrir Samstöðina og ég sá muninn til dæmis á hennar framboðsfundi á Akureyri og framboðsfundi Katrínar Jakobsdóttur að Halla nákvæmlega eins og þú lýstir, hún fór fyrir fundin og talaði við alla sem voru komnir og hún mundi raunverulega nöfnin á öllum úr hópi almennings og ég hugsaði bara með mér, vá, þetta er svo erfitt, þetta er ekki hægt og hún hafði alls konar málsnið, hún gat talað svona tungumál við þennan og alltaf annað tungumál við einhvern annan en allavega, ég tók eftir því að hvað er það ég að segja? Þú ætlar að segja okkur frá því. Allavega, þú ert búin að hitta Höllu. Næsti? Hvað sagði ég þarna fyrst? Eitthvað hún hlustaði svo eitthvað. Hún hlustaði svo vel. Já, hún hlustaði svo vel. Nú manni hvað ég ætlaði að segja. Allavega, að Halla, hún sigraði líka hjarta mitt. Ég vil bara, eftir ég kynntist henni. En sérst, hún hlustar svo vel, við erum öll saman það. Nú ætla ég að fara yfir í þingmálin. Er Bjarni Benediktsson eitthvað að hlusta? Þú veist, nú er þjóðin búin að segja honum að Sigmundur Davíð sé flottari heldur en hann og sjálfstæðisflokkurinn sko og er einhver að hlusta í ríkisstjórninni, teljið þið að byggt á síðustu könnun? Já, byggt á Gallup og þjóðarpúlsinum og þeim mælingum sem við höfum núna nýjar. Hvað haldið þið það? Stútar stjórnin sér sjálf í haust á þess að þeir eru nokkra stjórnaranstöðu? Ég held að við sjáum þetta aðeins núna þegar þing kemur aftur saman eftir þeirra endalausa sumarleyfi. Þetta er sumarleysi, já, þetta er ársfjórðungur heit. Að þegar þau koma aftur, þá munum við aðeins sjá hvaða gáll er á okkar besta manni í Garðabæ, Bjarna Ben. Og ég held að það verði bara mjög áhugavert að sjá hvernig hann mæti stemdu til leiks, þannig að það er döð að drepast, það er alveg ljóst. Heldur þetta snúst bara stemningunni á Bjarna? Nei, þú veist, þetta snýst nokkur hluti eins og hvað VG ætlar að gera, hvernig honum tekst að halda þeim saman. Það var alltaf gert mikið úr þetta Katrínar Jakobs í því. Ég veit ekkert hvað er rétt í þessu. En jú, ég held að þetta snúst að mörgu leyti stemningu sko. Og kannski þarf bara að Halla TTT koma inn með sína mannauðstefnu og eitthvað heila þetta, ég veit það ekki. Já, einmitt. En hefur bara vopnuð lífsreglunum 4? Algjörlega. Bjarni, hlusta. En hefur þú skoðun á því, Ólöf, hvort það er gott fyrir Ísland að vera í þessu neikvæða limbói sem að umleikur áru þessara stjórnar? Ertu að spyrja hvort ég fíli ríkisstjórnina? Ég er bara að spyrja þig, eigum að blást til kosninga? Mér er náttúrulega ævintýralega gaman í kosningum, þannig ég segi alltaf já takk. En en finnst mér þessi ríkisstjórn góð? Alls ekki. Mér finnst bara einhvern veginn, mér finnst öll bara þjóðþrifamál setja á hakanum og menn hreyfa sér hvorki til hægri vinstri og svo bara einn fílupúki í miðjunni sem heitir Framsóknarflokkurinn og bara ekkert eðlilega leiðilegur. Það er svona mjög... Þau eru bara þurrkast út í Framsókn. Já, bara skila. Nú reyndar öll svona svolítið í því að þurrkast út þess dagana. Já, þannig að ég vil bara fá einhverja stefnu, bara annarkvort vera miðjustjórn eða hægri stjórn eða vinstri stjórn. Ég vil bara að menn hafa einhverja skoðun og afstöðu til lífsins. Ég meina, akkur segja ekki bara, ok, þetta hefur ekki gengið okkur, bara við biðjumst afsökunar kæra þjóð, við bara, nú bara verðum við að kjósa upp á nýtt, við erum ekki valdað þessu.
Ég held að límið í stólunum sé ekki límið í stólunum aðeins og sekt til þess en ég menna, er þetta ekki bara september 2025 og við getum undirbúið okkur það er svo langt í það sko það er hvað er það 27. september á næsta ári það er minn afmælisdagur takk fyrir að nefna þessa dagsetningu dagur verður þetta þetta verður double whammy fyrir mig ég verið svolítið á því að við ættum að reyna að færa kosningarnar eftir á vori ég sé það núna að það er ekki góð hugmynd þetta er afmælisgjöf til mín og ég vil að þú bjóða mér í afmælið þitt það er engin verri í því að halda afmælið núna þannig að ég veist það ég get aðstoð, við getum kannski haldið upp á það fyrir hana, fá hún dyrfing með okkur Pálinuboð ég fæ svo mikið akút kvíða svona vikun áður er félagsljón, verður allt í henni félagsmaur lamast ég skil, ertu viðkvæm? Þú getur ekki haldið ég á mjög mikið af vinum sem halda ekki upp á afmælið sitt og einmitt er nú alveg duglegir að halda upp á afmæli annarra en ertu þú ekki bara afmælisbarn eða þú veist jú, ég held alltaf að ég sé það og þetta er ekkert að eldast að minn eitt sko svo einhvern veginn kemur að deginum og þá er ég bara, nei, ég vil ekki þetta boð með mig. Þegar ég átti afmæli sumar þá sagði ég einmitt, nei, ég ætla ekki að gera neitt. Svo komu vinir mínir bara heim. Flott. Þau bara settust, bara hituðu te, voru og ég var svona mynd að velta þið fyrir þessu, hvað er að því, Steina? Hvað heldur ekki upp á afmæli? Hvað er gaman? Þetta er bara eitthvað sem ég verð að ræða á bekk hjá sálfræðingi þó ég sé búin að segja þessi komið gott að þeirri stjætt. Heyrðu, en er ekki bara komið gott á þessari ríkisstjórn? Jú, ég held það. En ég held að það sé samt ekkert eitthvað endilega eitthvað ótrúlega mikilvægt að þú veist kastin handklæðin eitthvað akkurat núna og fara í einhvern brussugangi í einhverja kosningar. Þú veist, ég held að það sé ekkert endilega eitthvað miklu betra fyrir alla. Ég held að það sé svolítið málið. Ástæðan fyrir að þetta er ekki að gerast. Er að, ég meina það var nú Villi Árna sagði nú bara hann daginn að hann var nú bara alveg ótrúlega heiðarlegur með það þegar að var rétt áður en Katrín tilkynnti að þau hefðu nú verið eitthvað svona að reyna að fá Viðreisn og ég held að það hefur verið Viðreisn sem þau voru að reyna að fá til að koma og stíga inn í þetta þannig að hefur engin áhuga á því að stíga inn í þetta og þau eru hræddu að fara í kosningar en svo held ég líka ef ég að gefa með eitthvað svona smá breyk að það er náttúrulega sko það er samgöngu áætlun, það er ekki algjörlega rangt hjá þeim að það séu stór mál sem þau þurfa að leysa og ég vissum að það er líka ef menn er að reyna að búa sér til eitthvað svona legacy, eða bara ef þeir hugsa skilur, þú veist, ég held að séu fáir sem hugsi bara, þú veist, heyrðu ef að ég slít ríkisstjórnin núna, þá er það bara þetta margir mánuðir að launa sem ráðherra. Ég held að þú veist, fólk leyfi sér ekki jafnvel þó að það sé mögulega hvatinn að hugsa það mjög svona uppátt. Og þau eru með, þú veist, það er fjármálaáætlun, það er, þú veist, lagareldisdæmi, það er alls konar svona stór mál. En þau sko, hafandi aðeins verið í návíðu við þau undir þarna mánuði, sko, þá eiginlega skil ég samt ekki alveg sko hvernig þau rétta fyrir mér að því að þú veist, ég held að þessi ríkisstjórn sé ekki óvinsæl að því hún er of vinstrisinnuð, of hægrisinnuð eða whatever eða þú veist, eitthvað, hún er bara gjörsamlega verklaus og hún bara geta ekki komist í neitt og þú veist, og þau bara nenna einhvern veginn ekki að sko bara leysa nokkuð skapaðan hlut og það er bara svo mikið kaos í kringum þetta. Ég held að það sé það situr allt fast. Já, fullt af elegant personum inn í þessari ríkisstjórn. Já, ég held bara að fólk nenni ekki svona kaos í kringum þetta. En er samt ekki hvað með VG? Ég meina geta þú veist, það er svona pínu, maður veit ekkert alveg hvað gerist þar. Nei, ég meina, ég held nú reyndar að það segja því að VG veit ekki heldur alveg hvað gerist. Nei, ég meina það, þau eru að halda einhvern, hvað þeirra fulltrúaráðs eða flokkaloppan hjá VG. Ég meina, þar hlýtur að koma eitthvað í ljós. Hvað er á flokkaloppinu? Hvað kemur upp í flokkaloppinu? Það er eitthvað svona formannskostning og gamlar hugsjónir og baráttumál og það verður eitthvað svona back to basic. Ég held að það sé eina svona raunverulega hættan á því ef einhver tekur við sem er bara lítur svo á að það eina sem hægt sé að gera alltaf bjarga VG sé bara get out. Já, en sko svo er talað núna það sé bara engin sens og öðrun að Svandís Svavarsdóttir þurfum eitthvað að rífið upp á asnaeyrunum. Ég held að það sé engin annar kandidát sko. Já, þú veist, það sögur líka allir að hlustaði eitthvað svona þegar Biden droppa út og allir eitthvað, það er sjenslaust að Kamala geti tekið sætið, það hún er svo óvinsæl eitthvað svona, og svo bara bang, gerist það og hún er bara ekkert óvinsæl. Hún er líka búin að gera þetta fáránlega vel. Það getur gerst alls konar, sko, þú veist. Kannski kemur bara mummi með einhvern elegans. Hver veit? Já, nákvæmlega. Vítamínsbrauta En hvað finnst okkur það að aðalfréttin Kamilu núna fyrir vestan sé svo að maðurinn hennar hafi með
fyrrverandi konu sinni haldið framhjá með barnabíu þeirra hjóna og gert hana. Mér finnst það bara ógeðslega fyrirsjáanlegt og nú hennar verkefni bara að ná í unga fólkið og gera þessar kosningar fóstureyðingar. Já. Og veist, það er náttúrulega stóra máli sko ekki bara fóstureyðingar bara getnaðarvarnir bara reproductive rights einmitt, bara hvað heitir þetta frjókunar eitthvað. Það er náttúrulega bara klikkun að við séum að lifa þá á okkar dögum að konur í Bandaríkjunum bara mjög víða get ekki farið í fóstureyðingar. Ég meina hvað er að gerast sko? Og svo, mér langar líka, svo er þessi bylgja húsmæðrabylgja á Tradwife. Já, einmitt. Hvað kom fyrir? Þú veist, við náttúrulega, já. Við höfum tekið þetta fyrir. Við höfum aðeins tekið þetta fyrir. Já. Við höfum aðeins að velta þessu fyrir okkur. En sko, við viljum samt segja að þú veist, það er mikið verið að líta niður á þessa bylgju. En þú veist, það er ekkert eðlilega mikil vinna að gera allt þitt frá grunni og setja það á samfélagsmiðla. Þú veist, við viljum meina að þetta sé bara fólk í mansali, sko. Einmitt. Já, en þetta er samt líka verið að hafna, þú veist, það er ekki bara verið að hafna því að kaupa séri og súpa útbúð, sko, þetta búa til frá grunni, skilurðu, en það er verið að hafna, þú veist, stíga inn í þetta, þetta gamla, eitthvað kvennahlutverk, en líka, þú veist, hafna öllu, þú veist, sem samfélagið hefur búið til þess að, þú veist, mæta bara, þú veist, þessu börnum, þú veist, það er ekki verið að senda þessu börn í skóla, til dæmis, þú veist, það er verið að kippa í rauninni, þú veist, konum og börnum svona út úr bara svona þessari, félagslega arkitektúru eða hvað við viljum kalla það, sko, og þú veist, það er svolítið svakalegt, sko. Þú veist, svona hafna öllum, þú veist, áunnu réttindum í rauninni, sko, þú veist. En getur verið þessi bara hluti kvennar sem að bara vill vera í móðurhlutverkinu? Já, ég meina alveg vill vera í þessu. Þessar mátti maður ekki spyrja sem kalli fjölmiðlastétt fyrir 15 árum. Og nú máttu spyrja. Og svaraði já. En ég meina, en var það samt þannig að maður mátti ekki spyrja þessu? En var það samt þannig? Sem kalli fjölmiðlastétt. Ég meina, alveg eins og það er fullt að köllum sem er langar að vinna á einhverju hundleiðilegri bílasölu og gera sem minnst yfir daginn, skilurðu, þá er alveg til konur sem langar að vera bara eitthvað keyra á milli búða með gardinu sem það langar að setja í straujun hér og þú sækir bara sængur annað og þú veist, ég þekki ungar konur sem segja bara, þú veist, mig langar bara að vera homemaker, mig langar að eiga börn og bara gera fallið til kringum mig. Mér finnst það bara geðvægt. Og en svona manni finnst þetta að vera þarna, hvað kallar þetta, Tradwife. Já, þú veist, þetta orðið svona píldið svona eins og einhvers konar trúabrauð og dálítið svona þú veist, skilur, frelsið er eitt að velja það sem maður vill gera við já, og geta það. Ég meina, það er náttúrulega ekkert mjög auðvelt á Íslandi. Hér þurfa náttúrulega helst fyrirvinnur til að reka heimili, sko. En svo er náttúrulega hinn parturinn, sko, þá átti náttúrulega að koma fram við eiginmannin eins og hann er kóngur í kastala sínum og það er alls konar svona líka sem fyrir með, sko, sem svona kannski leðilega. Félagslegi miskilningar hana. Og svo kannski þetta Tradwife-æði er náttúrulega, þú veist, það er eitthvað tengslatna við, það kom í ljós að það er eitthvað tengslatna við mormónakirkjuna og eitthvað svona. Þetta er amisk klæðnaður frá aðtölu. Já, ég meina, þetta er náttúrulega áróður, þannig að það er ekki alveg að segja, já, kannski er eitthvað sem vilja þetta bara, þetta er náttúrulega áróður. Það getur vel verið eitthvað vilja þetta, en það er annars eðlis ef þú tekur þá ákvörðun bara. Nei, það er bara svo geggjað hvað getur, sko, hvað tískustraumar geta tekið yfir heiminn, sko, við erum svo opin fyrir öllum þessum áhrifum, sko, og maður finnur það, þú veist, bara því, ég á unglinga, þú veist, þau fylgjast rosalega vel með þessu og fylgjast, þetta er, þú veist, áhrifin eru víða, sko. En má ég segja samt, sko, ég þoli ekki samt þess að umræða eitthvað einu sinni vann og hægt að lífa á einni, fyrir einni innkomu og eitthvað svona. Nei, það var nefnilega ekki hægt. Það var þetta að lifa á innkomu eins manns og ólaunari vinnu annars aðeins. Það var það sem var hægt, sko. Þú veist, ég meina, það er sjálfsögðu hægt að spara heilan helling ef að þú getur, sko, látið eld allt frá grunni en það er aldrei að borga fyrir það. Þannig að þú veist, ég þoli ekki í gamla daga þá var þetta hægt. Bara, nei, það var bara þannig að það var bara ógeðslega mikið vinna sem var ekki metin að veruleika og ekki borga fyrir, þannig að það var svo sannarlega ekki þannig að ein fyrirvinna gæti borga fyrir þetta heimili. Ég held líka bara heimilin þurfti ekki að leggja jafn mikið út, ekki nærri eins mikið út þegar ég er 5 ára eins og í dag. Bara það er svo margt sem að kostar óbúslegan pening í dag sem að var áður annarkvort ókeypis eða bara var ekki til, var ekki bara hluti af heimsmyndinni. Og maður þarf alltaf fleiri og fleiri krónur
launa, bara hærri launatekjur eða annari átt, bara til þess að lifa, bara til þess að uppfylla þennan lífstíl þeim ungra barna. Þú getur ekkert sagt við, hvað yngst 13 ára gamla stelpu, ég get ekkert sagt við hann að vera öðruvísi heldur en aðrir 13 ára krakkar. Maður getur ekki sagt, nei, þú getur ekki verið meira síma, nei, þú getur ekki verið í þessum fötum, eitthvað slöðis. Þá ertu bara búinn, það er bara kastað, út á ysta jaðar. En það er bara svo margt sem kostar svo brjálæðislegan pening í dag sem maður þurfti engar áhyggjur að hafa af fyrir 50-60 árin. Það var annað ekki til eða þá að það bara kostaði mjög lítið. Af því þú ert í leikhúsinu, hún sagði einu sinni við mig, hún Þórhildur Þorleifsdóttir, að þegar hún er á leikæfingum fyrir 50-60 árum, þá er alltaf til bakkelsi. Og það er opinbert fé. Það voru til peningar fyrir bakkelsi. Á vinnustæðnum? Já, á vinnustæðnum og kvöldin þegar fólk var að æfa lengi fyrir einhver leikrit langt fram á þá var til peningar, ríkið hið opinbera var bara allstaðar með. Færð þú ostarslaufu í leikhúsinu? Nei, en það er niðurgreiddur matur, ég meina, þú veist, máltíðin kostar 1000 kall. Já, en það var bara alveg frítt. Sem er mjög vel sloppið, finnst manni á vinnustæð. Og ég held að sé bara svo margt sem var alveg frítt, sem að kosta núna alveg hellingapeningum, þannig að útgjaldahliðin, við þurfum líka alltaf að spá í hana, mjög mikið í þessari umræðu, þótt ég sé nú ekki mikil business. Heyrðu, ég er með íþróttafrétt. Ok, þarna kemur það tómum kofanum. Já, líka hjá mér nefnilega. Þess vegna hugsaði ég ætla að finna íþróttafrétt. Af því að Ólympíuleikarnir eru nýafstaðnir sem ég fylgist ekki með. Eru þið búnir? Nei, eru þið ekki búnir eða eru snart. Ég var ánægður að heyra þetta því ég var ekki viss sjálfur. Þetta verður rosalegt samtal. Allavega, ég held að ég hef einu sinni farið á íþróttaleik en sem sagt á dögunum, núna miðvikudaginn var, þá var kona í Cornwall, Breitlandi sem að hún setti met í að ríja 517 kindur á 9 klukktímum. Og þar sem að við erum nú kannski ekki að standa okkur neitt brjálæðislega vel á Ólympíuleikunum með að höfum ekki kannski gert það. Heyrðu, ég er með frétt af því, við unnum silfur. Nei, býtu í hverju? Ok, íþróttafréttarittarinn, komin. Sem sagt, og ég veit þetta bara því að maðurinn minn frá Kólumbíu og þau unnu silfur. Ok, en við eigum samt eiginlega þetta silfur. Vegna þess að hann fór í 5 leikana út af íþróttaálfunum. Magnús Gefi. Já. Herðu, við verðum að senda risaljós. Það er eiginlega Magnús sem á þetta. Þannig að ég er búin að segja svona 200 sinni við manni minn bara you're welcome. Já, haltu því bara á það. Heyrðu, þetta er geggjað. En ég var bara að spá í kannski þurfum við að fara að keppi einhvern veginn svona. Já, einhverju sem við gætum verið góð í. Já. Kappáti, til dæmis. Kappáti, já. Ekki lestri, það er alveg ljóst. Ekki lestri. Nei, bara eftir 10 ára það hengin að lesa þetta, það er bara svo geggjað. Nema náttúrulega þið, haldið áfram upptöknum hætti og mentið íslensku þjóðina með Við getum bara kannski tekið upp lestrarkeppnina sem er örugglega búið að leggja af. Þið erum náttúrulega að tala við lestrarhest Grandaskóla 1994, sko. Það er bara svo það er. Ormurinn er til svona spjald. Ég fekk svona viðurkenningu hérna á brjósti. Voru þið ekki með svona orm? Maður fekk svona disk fyrir hverja. Það var einhver ormur, ég haf einhver óljósa minningum en orm. Ræðum aðeins kannski. Svo unnu hérna bekkirnir sem voru með lengsta ormin. Nei, það var ekki trasstöflur en það voru svona hraðferð, miðferð, hægferð. Það mátti ennþá þegar ég var í skóla. Mér var svona risastór blá tafla og það var rauður punktur fyrir að vera óþekkur, svartur fyrir að vera svakalega óþekkur, grænn fyrir að gleyma einhverjum gögnum, bóka eða eitthvað sluðis. Ok, ADHD-punktur. Já, ADHD-punktur. Og blátt fyrir einhverja tegunda leti sem ég man ekki alveg hver var, þetta voru 5 litir á trassaskap. En þetta er fyrir norðan? Þetta var í Mývatnssveit. Ótrúlega neikvætt. Það var í Mývatnssveit það leyti sem Kópavogsskjálftinn reið yfir í miðjum Kröflueldum. Og þetta er mesti jarðskjálfti sem hefur nánast komið á sögutímum okkar Íslendinga og hann var svo svakalegur að allir nema kennarinn fóru í þjálfununa sem hafiði verið að öll fóru við undir borðin okkar
bara án orða þegar bara húsið byrjar bara að henda svona til og láfið að maður segi bara sprungunar opnast hérna á milli fótanna á sér Og var það bara eðlisávísun? Nei, bara æfingar. Já, þið voru búin, já. Ég man ekki hvað voru 9 eða 10 ára gömul. Allir krakkarnir undir borðin sín og svo þegar maður búinn að vera undir borðinu og þetta svona sem minka þá sér maður að það einn sem ekki hafi farið með rulluna sína, það kennarinn. Þetta algjörlega frosinn. Þannig að hann glemdi að fara undir borð, það eitt græt punktur á hann. Græt punktur. Hvaða lit fengu aðkomu fólk hérna fyrir nóðan? Sko þetta Mývatnssveit. Mývatnssveit hefur alltaf verið mjög opinn fyrir öðru fólki. En ef ég hefði verið að segja sögu frá Akureyri þá hefði ég skilið spurningu. Það önnur saga svo. Það önnur saga. Bernes bænum góða. Bernes bærin maður, vellur allt þar í Bernes. Eru þið jarðfræðinga fólk? Mér finnst ekkert leiðilega að fylgjast með þessum gósfréttum. Nei. Mér finnst þetta eins og smitfréttir af COVID. Og heilin á mér er svo fullkomin, er hægt að sjá þetta. Ég eitt þetta. Hafið þið verið í svona eldfjallafréttum, þú veist, þegar það er náttúrulega hlaupa allir í þetta? Já, ég er bara að tala um, þú veist, út af endurtekning. Já. Ég er alveg áhuga sem hvort sé eldgos, skilur við. Já. Þið eru ekkert samum Grindvíkinga? Nei. Ég er reynt að einhvern veginn láta mig linda við þá. Ég var aldrei að skrifa svona fréttir og svo bara daginn þá var vinkona mín, pressblaðarkona, bara á landinu og bara byrjar allt. Og var í fríi, þannig að við förum í það, þú veist, og hún hringir í þú veist, fréttstjórann sinn og við förum í það, þú veist, að hjálpa henni að búa til eitthvað efni. Og það var bara svona, og þetta var svo gaman. Ég skil einhvern veginn allt í núna miklu betur út af hverju, sko, það er hundlegilegt að lesa þessar fréttir. En þú veist, það er brjálu stemming. Já, þið langar að vera Kristján Már Unnarsson. Núna skil ég hvað fólk er að segja. Þetta er miklu minna flókið en þú veist, einhvern veginn að reyna að skilja pólitíkina, hvað þýðir það sem þessi segir og okkur hann segja þetta. Þetta er bara, þú veist, er hraun, hvað þýðir það og svo farið bara einhvern sérfræðing, svona trénaðan úr háskólanum og hann útskýrir þetta bara í rosalegu dítelu fyrir þig og bara, já, glæsilegt, ok. Ég skil ekki íslenskuna sem kemur fram. Þú veist, þetta var ógeðslega gaman. Frá sérfræðingunum. Já, einmitt. Bara orðin. Það er samt sko fólk bara inn á virk sko eftir að hafa verið bara, þú veist, bara allar nætur inn á almannavörnum bara í allt sumar sko, allt vor. Þetta er alveg, þú veist, það er búið að ganga ekkert eðlilega nærri mannskapnum sko. Já, það eru svona áhugamenn sem að halda úti svona síðum, þar sem að fólk er að spjalla með þetta og fylgist alveg með mínútu frá mínútu, sko. Ég hafði rosalega áhuga á svona skjálftavirkni jarðar og gat alveg fylgst með sko skjálftavælum lengi. Ég er aldrei að missa áhugan. Það er út af eitt góðsvöling. Ég veit það. Og nú kannski tala um þetta verið í 200 ár. Ég veit ekki, ég ætla að verða rosalega gömul en kannski ekki alveg 300 ára. Nei. En mér finnst mjög góð punktur sem að koma hérna fram var það hjá þér að sko maður skilur ekki með helmingin aðeins sem þessi jarðvísindamenn eru að segja. Ég hef ekki orð, ég bara, og maður getur ekki tengt við málefnið við það sem er að gerast en maður skilur ekki tungumálið. En ég fer bara, ef ég er eitthvað að pæla, er eitthvað að gerast þannig, þá fer ég bara inn á er þetta eldgos.is og þá stendur bara já eða nei. Skýrt. Já, en sko ég fór í Laugina í dag til að reyna að nýta sólina og ég hitti sem þú hefur haft af okkur síðan ég hitti töluvert kynþokkafullan líffræðing sem benti mér á ekki endilega fjölmennt í þeim hópi? Nei, ég veit ekki það reyndar en sem sagt hann benti mér á það að sem að honum fannst svona lítið hafa verið fjallað í fjölmiðlum að sem sagt að og RÚV er með fréttum þetta hérna að hrun sjávarstrauma við Íslands þurfum við að skoða mikill alvöru. Það gæti orðið svo að hér yrði svo kalt jafnvel bara eftir 10-15 ára það verði óbyggilegt landið vegna einhvers konar velti hringrásar hafsins og þetta er svona CNN og fleiri heimsfjölmiðlar fjalla með þetta í dag og þá fór ég að hugsa þá verða þeir sem eru búin að kaupa sér hús á Spáni rosalega hefnir ef það verður alveg óbyggilegt hér vegna kulda. Er golfstraumurinn á förum? Já, það er að það hægist á honum. Það hægist á honum og með töluverðum
Já, getur haft töluvert alvarlegar afleiðingar og eins og þið heyrið, þá fer ég mjög varlega í þetta því ég veit ekkert þetta af því að hann var líka svo kynþokkaföllur að ég heyrði lítið af því sem hann sagði. En við hljótum að þakka fyrir þetta framlægin í föstudags eftirmiddaginn, þetta ekkert eðlilega upplyftandi. Ég veit það og það verður alltaf verið eitthvað smá hamfara. Já, býttu bara, þetta minna jákvætt að þið haldið. En Björn, þú ætlar að tala við Halldór Björnsson. Já. Haf og veðurfræðing í næstu viku. Hvort við að selja okkar fastegnir og horfa kringum okkur. Ég viðurkenni það að ég var eiginlega vonast til þess að við myndum ekki taka þetta upp, Steina. Nei. Af því að það búið að vera svo mikið sól í dag og af því að við erum bara að bíða eftir að fara aftur út í sólina. Jú, það alltaf gaman að enda dálítið þungt. Smá heimsendatafsjarna í lokin. Spá erlendra vísindamanna, útiloka nú ekki, að hringrás sjávarstraum í Atlantshafinu geti stöðvað svo brátt sem 2030 með þeim afleiðingum að hér verði enn kaldara og veðurfarslegar hörmungar gangi yfir heiminn. Þessi velti hringrás hafstrauma kölluð amok og flytur heitan sjó norður á bóginn og kaldan í suður. Ég þekki þetta ekki alveg en þetta líka, þessi straumar flytja líka fæðu sko. Þannig að þetta líka þetta sviftir okkur fiskinu líka. Já, ég hef lengi sagt einnar stóðar í efnaðskerfinu og sem sagt þurfum að flytja. Og það verra veður. Já, þannig að þú veist við þurfum að flytja. Þetta bara flottu botn í það sjó. Ég sé ekki hvað þurft að ræða eitthvað meira. Nei, en ég hef lengi sagt, þú veist þegar kvótakerfið ber á góma, gefum Samherja bara fiskinn, þú veist, gefum hann bara vegna þess að hann hvort þið að fara hérna. Skilur við. Bráðum verður ekkert þetta veiðan hérna. Það bara fössar í henni steinin ólinu. Hvað ætlið að gera helgina? Herðu, það er alltaf hins vegar morgun eða svona aðalgangan maður lítur að horfa á manna maður gengur alltaf með sko við styggjum þetta er okkar mannskapur við styggjum ekki þetta ok, það er að bæði rétt við styggjum það ekki, bara alls ekki og við stygjum það stygjum til stygg ekki algjörlega, svo erum við að ætlum við kannski að fara eitthvað stuttan hlaupatúr já, ætlum að hlaupa og svo ætlum við bara að vera með eitthvað svona mild partí hjá mér, það var eitthvað pæling Pálunubóð og eru þið fann að þið eru hópið þeirra sem hlaupa reglulega af hverju hleypur fólk? Þetta er svona einhver fundamental þyngdastjórnun og svona andlegt maður er mikið að hlaupa burtu frá einhverju sem kannski liggur aðeins en getur maður hlaupið undir mæliði með þessu? Ég mæli með sko mjög vel farið þið på fjöll eða er þið bara svona á láglendi? Bæði hlaupið þið jafnvel á fjöllum? Eitthvað minn, aðeins svolítið ég náttúrulega óttast svo mikið límitt og limi bara alla daga, þannig að þú veist hlaup á fjöllum, minnst það ofmargar hættur en við erum sem sagt gamall vinahópur sem erum öll í þessu eða sem allar voruð allar keðjureikjandi og blindfullar og núna hérna ótrúlega flottur punktur íþróttur voru ekki hluta mínum svona uppvexti ekki hversti mér var eiginlega bannað að vera í íþróttum en hérna allir hvað ætlaðu þú að gera helgina? Heyrðu, ég ætlaði að fara í siglingu núna eftir á snekkju já, á snekkjunum Býttu og hvaða bátafólki ætlar að vera í bláum með gullknöppum það er alltaf svona sigling á hins einn dögum sem við ætlum að fara í okkur og svo ætla að ganga hann á morgun og svo Ertu á einhverju svona flót eða ætlar bara að labba? Ég ætla bara að labba Þetta var sko alveg alvöru spurning Ég er ekkert ekki að grína þér Ég hugsa að ég labbi með Palestínu þetta árið Þannig og svo var ég að spá ég ekki bara að hrynja í það sko Ekkert af því Aftur, já Þetta er út og leikur sér Þetta er þín helgi Algjörlega Í því smíða þínum veruleika Já, ok Ég, sko, við kona mín eigum 20 ára ástarafmæli á sunnudaginn Pældi því 20 ár frá fyrsta kossinu og ég er svo stoltur af sjálfum mér vegna þess að sko, þetta er svo rosalegt met næsta samband þar á undan var bara 7 ár held ég svo 5 ár og 4 þannig að þetta er svona yes Þetta eru 2 áratugir af elegans Og hver er galdurinn að hamingju sem er hjónabandi Björn? Sko það er sko konan hans sem að sér það hún er á þriðvaktinni minn galdur var bara einhvern veginn að eldast held ég
og verða bara hætta að láta eins og fíbl. Minna óbærilegum. Nei, sko, ég læti það þá eins og fíbl, en það hefur ekki jafn skaðlegar afleiðingar í för með sér fyrir til dæmis aðra þegar ég læti eins og fíbl. Þetta bara þín karlmennska fyrir þverrandi, það það að segja. Minna testosterón, miklu minna. Það gæti verið eina ástæðan. Hún ljúfur sem lamb. Já, en nei, svo þetta líka bara skilurðu, En til hamingju. Takk að þið fyrir, maður kannski hittir bara einhverja mannesku sem er rosalega gaman að hitta og maður vill bara fá að vera alla æfina með henni. Þannig að við ætlum að fara Fallegt að tala það við mig sem misti mannin minn. Nei, djókt. Já, en gjöfin þín að hafa notið hans og hafa átt hann. Ég veit að ég er bara að stríða þér að því ég skemmna. Ég segi hvað, ég ætla að gera velkina. Ég er að fara í hlustunarpartí í kvöld. Já. Hlustunarpartí, að hlusta á nýja plötu sem að kunningi minn var að gera. Og ég hugsa að ég taki smá skammta sveppum. Meðan ég hlusti á plötuna og að hvort að það verði ekki svolítið skemmtilegt og auki á upplifunina. Ég held að þú verður bara að fá að lifa sem dalki. Já, ég ætla að fá að lifa mynda. Svo veit ég ekki hvort ég fer í göngun á morgun. Börnin mín eru út um allt. Það gæti rosalega verið ég færi bara einhvern veginn að taka til í fattaskapnum. Já, hlusta góða músík eða einhver góð podcast eða eitthvað svona. Ég fíla svona daga þar sem ég bara svona þarf ekki að gera neitt fyrir neitt. Ég er ekki búin að kíkja á veðurspána. Nei, ekki nema fyrir daginn í dag eins og við búum margfara yfir. Og ég er búin að skrá mig hérna á hlaðvarpið ykkar. Já, þær eru ótrúlega skemmtilegar. Þannig að næst þá... Næst þegar þú ert að taka til í fattaskapnum þá annarkvort A, hlusta á hlaðvarpið eða B, fara í sveppi. Það er annarkvort. En það er ekki skrítið að við höfum verið að ræða hérna að við værum núna með áfallastreitu röskun af stressi yfir því að núna höfum við mist 1,5 klukkutíma af sól. Dag númer 2 sem var sumar í Reykjavík vegna þessi samanburðinum og þetta er bara eitthvað sem maður sér svona þegar maður kafa djúpt í skýrslur veðurfræðinga. Í samanburðinum þá þurfum við að fara aftur til 1984 til þess að finna jafn ömurlegt veður í Reykjavík að sumarlegi. 1984. Það er 84 afgangurinn svona svolítið erfiður. Já, einmitt. Hvar klukkan 5:30 í Reykjavík er hægt að finna vegg þar sem enn skín sól og maður getur setið undir til að ná yl. Já, ég veit að þú voru bara að leipa mér útsteinum í sem að finna hann. Já, nákvæmlega. Og Björn, ég varð að fá að stríða þér. Það er svo gaman að taka dauðaspili. Fólki verður svo illt við. Já, mér finnst þetta gaman. Já, ég var hrifin. Ég kunna meta þetta. Við verðum að geta gert grín að öllu og bara ég bið fólk um það. En þú náður ekki að fippa okkur mikið og hélst. Já, ég hló og skammaðist mín sko. Já, hann hló og skammaðist sín. Við tókum þessu bara í fullkomnu ró. En ég held að þú sért einmitt búin að eiga þátt í því að kenna okkur að hlusta á svona brandara eins og þann sem þú lést falla. Við megum ekki taka lífinu of alvarlega. Við verðum aðeins að slaka á gagnvart hvort öðru. Svo skrifaði þú náttúrulega bók um dauðann. Ég gerði það heldur betur. Þannig að við höfum bæði lagt okkur lagt okkar að mörkum. Hefur ekki að segja það? Þú höfðu skrifaðir og þú verklega. Ég verður að fá að segja það. Já, til þess að sína fram hvað dauðin er bráðskemmtilegur. Já, nákvæmlega. Þegar að er gáð. Já, óbyggilegt land, dauðin. Já, einmitt hörmungar og við getum ekki búið hérna eftir 15 ár. Endum á þeim nótum. Ég ætla að fá að þakka ykkur innilega fyrir komuna. Þú ætlar svo að afkynna, elsku Björn, ekki satt? Jú, ætli ekki, bara... Takk fyrir komin og góða skemmtun helgina. Já, og þið bara magnaði að fá ykkur. Já. Bara gaman að koma. Og ég hlakka til að hlusta á næsta podcastið ykkar. Þið eruð einu sinni í viku. Já. En svo komið þér. Við vitum ekkert hvað ætlum að vera lengi að þessu. Nei. Þetta var náttúrulega bara... Einu sinni í viku. Nei, þetta er allt í lagi eins og er. En ég er í sumarfríi reyndar. Það má alveg segja það líka. Það er mjög gott flæði í þessu og virðist svona... Já, þetta er mikið svona næstuð í one take þáttur. Já. Það er alltaf leið. Heyrðu, þá er þetta búið hjá okkur þennan föstudaginn. Þakka ykkur, hlustendur og áhorfendur sem að hafið ef til vill fórnað sólinni til þess að hlusta þessa vitleysi okkar. En við verðum hér aftur á dagskrá innan skamms og minnum á það að ef þið viljið styrkja samstöðina með fjárframlagi þá er hnappur á samstöðin.is sem að heitir áskrift og þeim fjölgar alltaf sem að leggja okkur lið með örlitlu fjárframlagi og við erum mjög þakklátt fyrir allan hann stuðning sem við höfum fengið. Við erum að bæta í okkar dagskrárgerð, það verið að fjölga starfsfólki og
og hyggjumst blása til mikillar sóknar í vetur og vonandi verður það hægt með ykkar stuðningi. En farið varlega helgina, verið sæl.